Ég tek þetta bara allt saman upp, ég ætla að stækka þetta hérna og þannig að við þurftum að fara sérstaklega leið eða hann Auðun þurfti að fara sérstaklega leið að því að koma Picosoft 3 á sýndarvélina aftur. Þetta kannski svona eitthvað svolítið sérstakt forrit þannig að við förum bara fyrst inn á einhvern vafra. Ég myndi mæla með Chrome, ekki flestir með Chrome, ég held að það er www.tskoli.is. þar förum við inn á hérna sýndarvélina og sjá hérna www.tskoli.is og þá kannast hún við þetta hérna. Bíddu nú við. Já, ok. Ég get reyndar ekki opnað hana hérna núna. Hvað með ykkur? Jú, ég var að opna þetta. Já, þú náður að opna þetta. Já. Þú gerðir yfirstæður Tskóli. Takk. Takk fyrir. Það hlaut að vera eitthvað. Já, ok. Þannig að þá sjáið þið hérna. Takk fyrir það. Þá förum við hérna inn á og þið skráðu ykkur bara hérna inn. Bara eins og þið eru að skrá ykkur venjulega inn á tölvutar hérna í skólanum. Svona. Og þá sjáum við þessar möppur. Mappan lengst til hægri rafmagn. Já, allir komnir hingað, vonandi. Já. Gott. Þá smellum við á rafmagn og þá sjáum við hérna í leiðbeiningunum að hérna þurfum við að gera ákveðið fyrst. Sem sagt, það að fara í settings, hérna, það þetta tákn hérna, tannhjólið hérna, og þar þurfum við að merkja við, þennan punkt hérna, download the RDP file. Og hérna, síðan þegar að það búið, að þá þarf að smella á Picosoft táknið hérna. Og þá hleðst niður skrá í downloads. Já, sem sagt, það er þessi hérna. Og já, ég hef verið búinn að merkja í download the RDP file og svo bara smella hérna á Picosoft. Það hérna næstu því alveg lengst til hægri, það bara hér Ultiburt og svo kemur Picosoft. Þá hleðst niður skrá hérna vinstra megin niðri. Sjá, þetta tekur nú einhvern tíma hjá mér. Og þá, sem sagt, ef þið sjáu þetta ekki hérna koma upp hjá ykkur, að þá farið þið bara í downloads. Og þar skrá sem heitir Picosoft. Ég greinilega næði þessu ekki núna, veit ekki af hverju. Setting, þetta ekki burt, já. Það stendur svo open resource in browser annars vegar og svo download RDP file og þarf að gera eitthvað annað, nei. Svo smelli ég kannski bara út fyrir, já, ég kannski ekki gert það, til þess að losna við valmyndina. Prófa að smella aftur á þetta, já, maður þarf að smella aftur á skjáin til þess að losna við valmyndina. Það var það. Og þá hérna komin Picosoft skrá. Og þá bara tvísmella á hana eða fara sérst inn í downloads ef þið sjáu hann ekki hérna. Hérna komin. Og sjá, hérna eru leiðbeiningarnar. Hún lítur út svona
og smetla á skrána og þá kemur þetta upp hérna. Og það sem að þið þurfið að gera þegar það kemur innskráningar gluggi og þar á að skrá 2T og öfugt skástrik á undan notendanafninu ykkar. Og þið notið bara sama notendanafn og þið eru að logga ykkur inn á vélarnar í skólanum, sko. En þeir sem eru konum með Picrosoft í sinni eigin tölvu? Það er ekkert að gera. Nei, þetta er ekkert fyrir þá. Þeir sem eru með þetta í sinni eigin tölvu, þeir bara aðeins doka við og hérna síðan þið getið farið að vinna í næsta heimaverkefni eða, það er spurning. Jú, kannski næsta heimaverkefni. Ef að á að gera eitthvað í stigariti þar, skilurðu. Þannig að ég er bara að hjálpa þeim sem er ekki komnir með Picrosoft. Ok, hvernig gengur þetta? Eru þið að ná þessu? Já, og hérna til þess að fá þetta öfuskástrik, hvernig gengur það? Sem sagt, ef að þið náið ekki að íta á allt allt ger það var nú ekki alltaf sem það virkaði hérna hjá mér á lyklaborðinu, þannig að þá getur maður ít á alltakan hérna vinstra megin við bilslána, sem sagt ekki allt ger, heldur hinn alltakan, halda honum inni og slá sem sagt 92 og sleppa svo alltakanum. Þá ætti þetta tákn að koma. Ég ætla að prófa það aftur hérna. Alt 92 og sleppa og það kemur öfuskástrik aftur. Ok, og svo setjið notanafnið ykkar og síðan lykilorðið, password, og þá annarkvæmt kemur eitthvað þarna connect eða open eða start. Hvað stendur þarna hjá ykkur þegar þið eru konir með þetta? Stendur connect eða open? Ég sé þetta nefnilega ekki vegna þess að ég er ekki sem sagt fyrir utan skólan. Þetta lítur sennilega öðruvísi út hjá mér og endilega látið mig vita ef einhverjum vandræðum sem sagt og hérna hérna er þetta. Ok, þá kemur þessi gluggi hér, smelli hérna á connect. Sem sagt, ég þarf, það stendur hérna 2T öfust skástrik og svo notandanafnið hjá mér. Þannig að ég þarf bara náttúrulega bara að skrá inn passwordið. Og hérna þá opnast forritið hjá mér. Svona, ok. Þá kemur það, þá bara opnast það sem ég var að gera síðast í forritinu. Svo að hérna, sem sagt, endilega tékkja á því þegar þið eru konir með þetta að smella svo hér á grid lines og display format og merkja hérna við ANSI, það er hérna neðsti punkturinn, og haka við display comments. Já, ég þarf að athuga hvernig þetta gengur hjá okkur. Og þetta er rauninni verkefni sem að snýst það að setja dælu í gang, setja brunndælu í gang þegar að brunnurinn er kominn með eframark, sem sagt. Það er hérna kemur fram í tengiskráni hvað er eframarkið. Eframarkið er A. Þá dælan að fara í gang og dæla úr brunninum
og hún að haldast inn í gangi þar til að við erum komin að neðra marki. En svo eru náttúrulega fleiri skilyrði fyrir því að dælan megi fara í gang. Það er hérna sagt í textanum. Sem sagt, 3 skilyrði eru fyrir því að dælan fari í gang. Það er sem sagt A, B og C. Sem sagt, öll skilyrðin verða uppfyllt. Og það er engin sérstakur startprófi hérna í þessu eða stopprófi. Þetta er bara að efri og neðri hæðarófin eru bara stjórna þessu. Og þarna er B sem er staða lokans. Og hann er þá greinilega bara skynjari en við handopnum lokan. Það er bara handstýrt. Ef að lokin er opinn, sem sagt, hér segir að ef að skynjari fyrir efra vatnsyfirborð gefur samband, hann er normally open. Sem sagt, ef vatn er á skynjara, þá er hátt gildi á honum. Og skynjari fyrir lokubúnað, hann þarf að gefa samband, hann er líka normally open. Lokinn þarf að vera opinn svo að megi setja dælinn í gang og það er þess að hátt gildi á lokanum eða á skynjaranum frá lokanum. Og síðan er það neðra markið, það verður náttúrulega líka að gefa samband, það er náttúrulega oftast vatn á þeim skynjara. Hann er líka normally open og hátt gildi þýðir að það er vatn á neðri skynjaranum. Og við eigum líka að hérna, fyrst eigum við að hanna stigaritt og svo eftir þá hannum við rauðkrossaritt eða setjum við upp í multisim. En fyrst stigarittið. Þá var spurningum að ég gef ykkur smá tíma í að leysa þetta og þið getið látið mig vita og eða sýnt mér skjáin ykkar þá kemur ljós hvernig þetta gengur allt saman hjá okkur. Núna ætlum við sem sagt að setja þetta upp í stigaritt og þá erum við með 3 skilyrði hérna. Það er sem sagt, setjum inn inngang 1. Hérna hefur við inngang 1 hérna. Það er A, við merkum það. Sem sagt, jú, við getum líka merkt sem það sko neðri. Nei, þetta var efri hæðarófin. Alveg rétt. Efri hæðarófi. Kemst það fyrir? Nei, ekki alveg. Það segir bara efri hæð og þá getur maður að merkt þetta bara A. Já, svona. Ok, það kemur. Efri hæð, A. Kemur vel út þarna. Síðan, sem sagt, þarf lokinn. Hann þarf að vera lokaður. Hérna fáum við þá B sem er I2, inn á I2, það er hérna. Og þá setja ég I2 hérna og segi ég hérna, þetta er á skynjara og hvort að lokinn er lokaður ekki, segi bara hérna loki, sem sagt, B, svona, og svo myndi ég slökkva á þessu neðri hæðarófin, það er þá I3, þá merki ég hann neðri, já þetta er náttúrulega bara skraut, neðri hæð, það er C. Svona. Og svo kemur bara útgangur fyrir Q1. Ég get bara haft venjulegan útgang. Ég get valið það að hafa venjulegan útgang. Ég get líka verið með set og reset. Ég ætlaði bara að prófa að leysa þetta fyrst með venjulegum útgangi.
og ég ætla núna að láta velja hvernig rofarnir eru. Smelli hérna fyrir ofan hendina lengst til vinstri. Hvernig er rofarnir að vera? Ég ætla að hafa á bara alla af á, bara svona, þegar haldist. Þess að þessi er bara normal í open, af á. Dálkurinn lengst til hægri. Ok, þá smelli ég bara ok á það. Og þá ætlum ég bara að prófa þessa dýrindisrás hérna hjá mér og setja þetta hérna í gang og skoða hvernig þetta virkar allt saman hérna. Og þá er fyrir það fyrsta að lokinn, hann þarf að vera lokaður. Það er þessi I2, það er loki B hérna, hann þarf að vera lokaður. Og væntanlega er vatn á neðri hæðaróðunum, hérna neðst í tankinum. Og síðan rennur í þetta er einhver brunnur sem þarf að tæma reglulega. Og smám saman hækkar í brunninum. Og þegar að brunnurinn er fullur, að þá kemur efri hæðaróðin inn. Hérna. Glæsilegt. Þá kemur dælan í gang, Q1 er komin í gang hérna og við sjáum að það er rauð lína alla leið út í útgang. Flott. Nú er bara að sjá hvort þetta virkar allt eðlilega. Nú fer dælan að dæla og þá fer vatnsborðið að lækka hérna í tankinum. Lækkar og lækkar. Og hvað gerist þá? Þá ferum við undir efri hæðaróðan. Vatnsborðið fer undir efri hæðaróðan og hann hættir að gefa samband. Úps, og þá dettur dælinn út strax. Það er ekki nógu gott. Þetta er ekki nógu sniðugt. Hvað getum við gert? Ég geta að gera Q1 set. Jú, það væri möguleiki að gera það. En ef að síðan dælan myndi dæla og neðri hæðaróðin myndi svo hætta að gefa samband þegar að brunnurinn væri orðinn tómur, það er tómur að vatnsborðið fer niður fyrir neðri hæðaróðan, að þá þyrftum við samt sem áður að gera einhverjar ráðstafanir því að það helst áfram setmerkið sko. Þá þurfum við að gera eitthvað með reset á móti. Ég hugsa að ég myndi leysa það líka með set og reset, en ég ætla að byrja á því að reyna að nota bara venjulegan útgang. Hvernig get ég leyst þetta bara með venjulegum útgangi? Má ekki bara sleppa af skinnjafnum? Nei, hann verður að vera inni, hann verður að segja til það hvenar brunnurinn er fullur og sko við þurfum að hanna þetta þannig að hann hættir ekki á samband og þá verður dælan áfram í gangi þar til að annarkvort að loka fyrir lokan eða að það fer niður fyrir neðri hæðarskynjarann. Þannig að við getum leyst þetta með því að setja bara inn einn hlut þarna inn í stigaritið. Ég veit að það eru nokkrir inni í þessu sem að vita þetta alveg nákvæmlega og ég þakka þeim fyrir að vera hljóðir og leyfa öðrum að spreita sig á þessu sem að er ekki alveg með þetta allt saman alveg á tandurhrænu. Það er bara kæra þakki fyrir það. Og sko hvernig förum við að því að til dæmis bara startarás. Við höfum startrófa og útgangurinn kemur á og síðan tekur eitthvað við til þess að halda útganginum inni. Hvað köllum við svoleiðis?
til dæmis bara í venjulegi segulega stýringarás. Það myndum við kalla sjálfheldu. Hvernig myndum við setja inn sjálfheldu í þessa rás? Ef að sem sagt, ræsingin á þessu efri hæðarofinn A, hvar myndum við setja sjálfhelduna? Ertu þá að tala það M1 eða? Já, það sko innri útgangur. Nei, ég bara að tala sjálfheldu frá ytri útganginum, Q1, bara snertu úr Q1 sem við myndum kalla sjálfheldu. Já, ok. Takk fyrir þetta, að spá í þetta, að það oft að það eru notaðir innri útgangar til þess að búa til virknina, en í þessu tilfelli þar sem þetta það bara einn útgangur, þetta það ekki það flókin rás sem við þurfum á bak við þetta, að við þurfum bara snertu úr Q1 til þess að klára að þessi virkni haldist eða sé alveg nægileg, þannig að efri hæðarófinn, hann gefur merki og loki B inni og neðsti hæðarófinn gefur samband þegar tvisturinn og þristurinn inni og þá sem sagt, kemur Q1 inn ef að A gefur samband sem sagt, og síðan þurfum við að gera ráðstafanir þannig að þegar að við missum vatnið undir fyrir efri hæðarófann, A hættir að gefa samband, þá tökum við snertu úr Q1 sem að tengir í staðinn framhjá sem sagt A. Það köllum við sjálfheldu. Þá helst sem sagt Q1 inni sjálfur. Látum útganginn heita dæla. Dæla fyrir í gang, svona. Og þá tökum við sem sagt, snertu úr útganginum sem er sem sagt, kontakt Q1 og heitir dæla og tengjum hérna framhjá. Þetta sjálfheldan. Ef við kíkum á þessa útfærslu hérna, þá sjálfsagt munið eftir svona sjálfheldu, hvernig þetta lítur út. Að við ræsum eitthvað, þetta tekur sjálfheldu og svo getum við stoppað með þessum rofum hérna þegar það þarf á að halda. Þannig að það eru stoppskilyrði hérna niðri fyrir framan útganginn eða spóluna hérna og ræsiskilyrðið þetta í einn, það er bara eitt ræsiskilyrði, það er bara A. Og sjálfheldan er hliðtengt við ræsiskilyrðið. Þetta erum við mjög ofta að gera, þannig að það er mjög gott að átt að segja á þessu, hvernig þetta er byggt upp frá grunni. Svo skulum við prófa þetta núna. Nú setjum við þetta á run og tankurinn var fullur, þannig að dælan fer í gang og nú dælir úr tankinum og eða sérst úr hérna brunninum segi ég og það fer undir efri hæðarnemann. Hann hættir að gefa samband en að sjálfheldan hún tengir fram hjá efra hæðarófanum og heldur inn í dælunni þannig að dælan fer ekkert að glamra, hún bara helst inni alveg þar til að við erum bara að dæla hérna úr brunninum og að neðri hæðarófinn fer að virka. Og neðri hæðarófinn, hann stoppskilyrði og tekur dæluna út og þá missir dæla hérna útgangurinn sambandið í gegnum sjálfhelduna. Það dettur sjálfur út hérna og þá bara kemur af náttúrulegum ástæðum aftur, rennur tilbaka í brunnin, brunnurinn hérna, fyllist aftur af vatni, það er komið neðri hæðarófinn komin inn og hérna lokinn, hann bara helst áfram opinn, skynjarinn á hófunum gefur til merki það að hann sé bara opinn og allt sé í lagi og
síðan fyllist brunnurinn og þá kemur A inn, hann byrjar að dæla og dælir niður fyrir A, þá dettur skynjarinn út en hann helst inni og þá gerist þetta bara koll á kolli. Annarkot fer að þannig að brunnurinn tæmist og svo einhver sem að þarf að loka fyrir þennan loka og þá á ekki vera hægt að opna eða sérst að dæla úr brunnunum. Það gerist hér og síðan ef það opnað aftur fyrir lokan að þá kemst dælinn í gang og þá dælist úr brunnunum aftur. Þannig á þetta að virka. Fínt, það var gott að við gáttum farið í gegnum þetta. Samskonar rás setjum við svo upp næst í multisim og það getum við bara gert núna á eftir og þegar við erum búin að því þá getið þið haldið áfram og leyst seinni æfinguna sem eru 2 færibönd. En ég ætla að koma ykkur núna inn í multisim. Við þurfum að ræsa upp multisim og komast í gang með það því að það er beðið hérna í lið nummer 2 sem gildir 30% hérna í heimaverkefninu að það er að útbúa rökrás með multisim og skila mynd úr multisim inn í skjalið. Þannig að þá þeir sem eru inn á sýndarvélinni þeir geta opnað bara aftur síðuna með innihaldi möppunar sem eru þessi hérna sem er rammagn, mappa sem heitir rammagn og þar inni er sem sagt multisim 11. Þá myndum við byrja að ræsa það. Það er bara næsta mál og dagskrá. Og þannig að ég ætla bara að gefa ykkur smá tíma til þess að komast sem sagt þá inn á sýndarvélina eða ef þeir sem eru ekki þar, það er bara sumir sem eru að leysa þetta verkefni þarna í Picrosoft á eigin fartölvu eða tölvu og þeir þurfa hins vegar að fara inn á sýndarvélina til þess að gera multisim nema einhverjir kannski sem að hafa hlaðið niður multisim frá National Instruments. Sjá, það er hérna. Þetta er National Instruments síðunni. Það er hægt að ná í multisim þar. Og þá er hægt að fara í sem sagt student version af því væntanlega. En allavega núna skulum við opna multisim, þeir sem er ekki komnir með það, í gegnum sýndarvélina. Og á meðan þið eru að hlaða sér niður þá ætlum ég bara aðeins að sýna hvernig þetta lítur út og hvaða stillingar við þyrftum að gera fyrir þá sem eru nú þegar með multisim opið. Það er sem sagt, við þurfum aðalega að fá fram þessa þætti hér. Nú þeir sem þessa bláu fleti, þetta er virtual íhlutir en við kannski þurfum ekkert endilega á þeim að halda akkurat núna í rökkrafsunum. Getur samt verið gott að allir séu meðvitaður að þessi hlutir séu til því að í þessum viðnámum er ekkert frávik. Það er bara hægt að reikna þetta út nákvæmlega. Og þannig og þessi íhlutir eru bara svona ídeal íhlutir. Og til þess að ná fram þessum
í hlutum hérna á þessum bláu flipum hérna, þá hægri smelt og valið hérna virtual fyrir svona miðju þessum lista. Það sem sagt hægt að nálgast þessar hluti aðra stað frá, en það langt þægilegast að hafa það þarna á tækjastikunni líka. En ef að einhverjir eru komnir með þetta inn, þá ætla ég að sýna aðeins hvernig hægt að ná fram sem sagt þeim táknum, rökrásatáknum sem við þurfum í þetta, og við þurfum líka bara að átta okkur á því hvernig við nálgumst það að breyta úr sem sagt stigariti kannski yfir í rökrás. Jú, við getum gert eitt, við getum skrifað formúluna fyrir Q. Hérna ég með rásina og ef ég myndi skrifa upp formúluna fyrir þetta, þá nota ég A, B og C hérna og Q1 bara fyrir útganginn, að þá gerir það þannig. Ég ætla að fara hérna og ná í þetta og hérna setja inn í þar sem ég get skrifað inn í þetta. Svona. Ég ætla bara að setja aðeins inn í Paint og skrifa bara formúlunni hérna fyrir neðan. Fá hérna A og ég ætla að hafa hana svolítið stóra hérna og tekst hann ekkert allt of lítinn. Svona, svo sjá þetta betur. Og hérna ætla ég sem sagt að skrifa þetta. Hér ég með inngang 1 og hliðtengt við hann Q1. Ég skrifa hérna þá, ég segi hérna A. Og síðan kemur hérna plus. Núna ætla ég að ég veit ekki hvernig þetta gengur, en ég ætla til að byrja með, ég ætla að láta þetta heita eitthvað annað. Ég ætla að láta þetta heita kannski D aðeins til að byrja með, en það Q1. Og ég ætla að setja þetta inn að sviga. Svona, skrifa formúlu upp fyrir þetta. Svo ætla ég að setja hérna sinnumerkið, af því að þetta raðtengt við loka, hérna B og sinnum C. Og þetta sama sem Y eða D. Ég veit það að sem sagt inn í Multisim þá get ég sett upp þessa formúlu hérna. Ég get bara kopera hana hérna, svo bara copy hérna og fer inn í Multisim og þar þarf ég að velja tæki sem að heitir Logic Converter. Ég fer náttúrulega aftur yfir þetta með ykkur í, en þetta ein leið sem ég ætla að rétta sýna ykkur. Þið þurfið ekki að fylgja mér alveg strax. Ég líka bara að gera þetta meðan að ég að bíða eftir að allir komnir inn með Multisim. Og ég tvísmetli á þennan Logic Converter, hann 10. tækið hérna ofanfrá lengst hægri á tækjastikunni þar. Og ég ætla að líma þessa formúlu hér inn og sjáum við að það fara út öll sinnum tákn. Það ósköp eðlilegt. Það þarf ekki að hafa sinnum tákn í þessu, en það kemur A plus
D sem í rauninni ætti að vera útgangurinn, en ég fæ allavega rás sem að líkist þessu sem ég er búin að gera í stigaritinu. Ok, og þá get ég látið þetta tæki gera svolítið merkilegt fyrir mig. Ég ætla að fá hérna sannleikatöflu út frá formúlu. Er það ekki hægt? Jú, hérna er formúla og yfir í sannleikatöflu. Já, ég get gert það. Ok, það er svona. Svo ætla ég að fá bara rás með grunnhliðum. Þar fyrir neðan. Og þá fæ ég svona rás hérna. Ok. Aha. Þá hérna þá er það nú líklega bara allt saman komið. Sem sagt, D-ið, ef ég skoða formúluna hérna, aðeins að fá þetta hérna til hliðsjónar. Já, ég ætla bara að taka rásina frá þessum hér. Ok, svona. Svona. Þá sé ég þetta svona. Ok. Þá er formúluna svona. A plus D. Það er hliðtengingin hérna. A og D er hliðtengt hérna. Og í D er í rauninni útgangurinn Q. Þannig að ég hérna ætla að hliðtengja A-ið við útganginn. Ég ætla bara að henda út þessu hérna og ég ætla aðeins að skipta þessu út þannig að ég ætla að fara út í A-ið hérna og setja útganginn hérna. Ég ætla að gera smá línu hérna fyrst. Svo ég hafi smávegis. Svona. Þetta er það sama. Nú er ég sem sagt með, hvað er þetta? Hérna. Þá er ég með A hliðtengt við í rauninni Q-ið. A hliðtengt við Q-ið og það er útgangurinn sem sagt. Og svo er hitt raðtengt líka. Þetta er hérna andlið. Öll þessi þrjú hlið eru andlið. Þannig að B og C eru líka raðtengingin á þessu. Og ef ég hérna fæ bara hérna rofa inn á þetta allt saman. Rofa A, B og C. Sem að ég ætla bara að sýna ykkur núna og svo framkvæmum við þetta til þess að prófa rásina. Til að ná í rofa þá fer ég hérna í Place Basic og fer í Switch og ég þarf að velja hérna SPDT, Single Pole Double Throw. Segja OK á þetta hérna og ég ætla að hérna snúa honum bara á réttan hátt hérna svo ég hafi þetta, ég get farið í á hægri smett hérna og flip horizontally, svona. Þá er ég komið með rofa og ég segi kopía þetta og paste því að ég þarf 3 rofa. Og aftur paste, svona. Það er komið 3 rofa og nú vantar mig spennugjafa. Þá næ ég hérna í Place Source hérna og Power Source er hér. Fæ hérna VAF-DD, það er allt í lagi, það er bara CMOS supply. OK á það. Og það er semst VAF-DD. Og svo ætla ég að fá Digital Ground hérna. DGND hérna. OK. Svona. Svo hérna ég ætla að tengja hérna út í, þetta er þá, ég ætla að hafa þetta sem A. Næst er þá bara B og síðasti er C. Svona. Svo hef ég hérna plus hérna og mínus.
Svona. Og síðan þá get ég sett þetta í gang náttúrulega, en ég ætla bara að breyta þessu, segja hvað þetta er. Þetta er hérna það er það sem er hluttengt við þetta hér og svona. Og næsti er B. Getið valið á lyklaborðinu hvað ég nota til þess að breyta þessu. Og síðan C, ok. Og ég ætla að setja hérna við útganginn ljós, svona prób, og það næ ég í með því að smella hérna place indicator og þá smelli ég hérna prób og mér finnst þægilegast að nota hérna rautt, red, prób red hérna næst neðsta. Segja ok þetta, svona og tengi þetta hér. Og ég tek þetta tæki út, það er ekki gott að hafa þetta tæki inn á meðan að maður er að nota rofa. Tek út hérna logic konverterinn. Og sem sagt, ég bara rétt að sýna ykkur þetta á meðan að allir eru að reyna að tengjast inn á þetta opna multisim. Og þá hérna til þess að prófa rásina, þá náttúrulega setjum við í gang hérna, en það er hér á grænu bílunni eða á takkanum hérna til hægri. Þá er það komið í gang og já, nú eru allir A, B og C rofarnir inni og ef ég tek rofa A út, ég get smellt hérna líka, þá helst dælan í gangi, útgangurinn er inni, þar til að neðri hæðarrófin rýfur, þannig að séð, þá fer útgangurinn út og síðan kemur aftur vatn inn í brunnin, neðri hæðarrófin gefur aftur samband og síðan hækkar í brunninum og efri hæðarrófin gefur samband og þá fer dælan aftur í gang. Þannig að þetta virkar allt eðlilega sem sagt. Og dælan hún helst í gangi vegna þess að þegar hún er komin í gang hérna þá kemur hérna feedback frá útganginum inn á hliðtenginguna, inn á orhliðið hérna. Og svo erum við með tvö hlið hérna, sem sagt tvö andhlið, raðtengingu. Við vorum með raðtengingu hérna sem sagt, I2 og I3, þetta er allt saman raðtengt við þetta hlið hérna. Það er sem sagt hliðtengingin á A og útganginum, það er raðtengt við B og raðtengt við C og þá kemur útgangurinn hér. Sko eins gætu við alveg sett 3 einganga hlið hérna. Það má líka hafa 3 einganga hlið og setja þetta allt inn í eitt hlið. Það er líka möguleiki. En við kannski þurfum ekkert endilega að gera það akkurat núna. Ef að þið áttuð ykkur á þessu og við erum að nota 2 einganga hlið og skiljið það, þá er það bara fínt. Þannig að það er hægt að fara þá leiðina að nýta okkur sem sagt logic converter við að hanna svona rásir. Eins er náttúrulega bara hægt að raða upp hliðum og prófa sig áfram. Þannig að þetta er rásinn sem sagt. Svo sjá, hvernig var svo verkefnið? Það var bara hérna að við sem sagt notum sem sagt rökkráshlið, það er sem sagt grunnhlið til að stjórna dælumótum og það erum við búin að gera hérna. Og þegar að skynjari A hættir að gefa samband og þegar vatnshæðin er komið niður fyrir eframark þá þarf að gefa ráðstafanir sem sagt setja sjálfheldu og það er rauninni þessi sjálfhelda hérna með þessu orhliði. Orhlið til að dælan haldi áfram þar til að skynjari C hættir að gefa samband. Þessi hérna. Svo að þetta er þá, væri þá rásinn sem við myndum setja upp. Nú ætla ég bara að, nú er þessi rás bara komin, tilbúin
og ég ætla að stoppa upptökuna eða ég ætla að setja hann allan á pásu